Sókn Íslendinga jókst til muna í Barentshafið á árinu. Tíma voru hér á milli 40 og 50 íslensk fiskiskip eða það bil helmingur íslenska togaraflotans. Norðmenn voru þó ekki hrifnir af þessari sókn Íslendinga og eftir því sem leið á árið harðnaði fiskveiðideila frændþjóðanna tveggja. Réttarstaðan á Svalbarðasvæðinu og þessu fiskverndarsvæði óljós. Íslenskir útgerðarmenn og skipstjórnarmenn sem þangað halda skipum sínum til veiða hljóta við þessar kringumstæður og gera það á sína eigin ábyrgð. Norðmenn neituðu íslenskum skipum þjónustu í Noregi. Íslendingar voru líka sakaður smáfiskadráp og norskir ráðamenn gripu til gífurirða. Det jo vår fiskeriløsning som har fått mange på Island til å spørre seg om ikke de også bør søke medlemskap. Men da må islendingene legge om stilen. For det tjuvfiske som nå pågår, har i alle fall ikke EU støtte. Og enn harðnaði deilan. Norðmenn beittu togvíraklippum á Svalbarða og skutu viðvörunarskotum. Lögregluaðgerðir af þessu tagi, ég vil að segja eins og að það komið mér óvart og valda mér vonbrigðum. Og þessi sjómennska sem þeir sýndu, hún var náttúrulega vægast sagt fáránlega á köflum, sko. Ekki var þó allt búið enn og í ágúst flutti norska strandgæslan Hágang II til hafnar í Noregi eftir að hafa skotið 2 föstum skotum á togaranum. Norðmenn fullyrtu að stýrimaðurinn á Hágangi hefði orðið fyrri til og skotið af haglabyssu af varliðum. Og við getum ekki og munum ekki verja framkomu af þessu tagi. Ég vona að þessar fréttir séu rangar, þessar fullyrðingar séu rangar. Ef það eru rétt þá verjum við það ekki. Mér finnst þetta bara eitt stór brandari. Ég tel að norska ríkisstjórnin sé að nota lögregluna hér til þess að reyna að fela upp á klúður hjá sér í sambandi við þess að handtaka allt þetta mál. Dómur féll í Hágangsmálinu í nóvember og var Anton dæmdur í 30 daga fangelsi en skipstjóri útgerð sýknuð. Dómnum var þegar áfrýjað. Athygli vakti að ekki var minnst á meintar ólöglega fiskveiðar Hágangs og réttarstaðan því enn óljós. Miðjan ágúst varð ríkisstjórnin við kröfum sjómanna og sendi varðskipið Óðinn í Barentshaf í 2 mánuði. Læknir sem var borð hafði nóg að snúast en hátt í 40 sjómenn leituðu aðstoðar hans. Talið að afli Íslendinga í Barentshafi sé komin yfir 50.000 tonn en það voru ekki allar ferðir þangað í pengsælar. Í nóvemberlok kom Helga önnur til hafnar eftir rúmlega 2 mánaða úthald. Menn voru orðnir langþreyttir á að éta úr lestinni en hásetahluturinn var 400.000. Það var alltaf að vera að bíða eftir skotinu, það kom aldrei. Engar formlega viðræður hafa farið fram veiðarnar í Barentshafi til þessa en nú hillir undir að menn setjist að samningaborði.